Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og við ætlum að tala núna örlítið meira Verslunarmannahelgina en augljóslega fara hefðbundin hátíðarhöld ekki fram en það verður þó töluvert minni viðburði og meðal annars verður kirkjutröppuhlaupið sem hefur átt fastan sess mun eiga það áfram núna helgina hérna á Akureyri og hingað til mín komin Ida Irene Oddsdóttir, vertu hjartalega velkomin. Takk fyrir það. Við byrjum bara á kirkjutröppuhlaupinu, það hefur heldur betur fest í sessi og það verður hlaupið núna helgina. Já, heldur betur. Hvernig fer það fram fyrir fólk sem þekkir ekki til? Þetta í rauninni bara skemmtileg fjölskyldu og krakkakeppni. Það hefur verið boðið upp á andlitsmálingu og svona stemmingu en vegna hertra sóttvarnareglna þá náttúrulega verður það ekki í ár. Nei. En það alveg að hlaupa upp tröppur sko. Já. Þannig að það verður gaman og það eru verðlaun í boði, það koma meðlimir, 4 meðlimir hvolpasveitarinnar, koma og hvetja krakkana áfram, búa til smá stemmingu, svo bara megi svo best að vinna. Já, einmitt. Og þetta náttúrulega landsfrægar tröppur, þetta ekkert smá magn af tröppum. Nei, það eru nokkrar sko, já. En þessi krakkar fara létt með þetta. Já. Þannig að við hérna. Já. Svo verða náttúrulega miklu fleiri viðburðir í gangi á Akureyri, þannig að það ekkert rosalega margir endilega hópast á sama stað. Það akkurat það sem okkur langar, að það sé ekki mikil hópamyndun. Nei. En auðvitað hvet ég alla til þess að mæta sem langar að mæta. Já. Svo sjáum við bara hvernig við fer. Akkurat, og þeir sem vilja kynna sér hvað í boði, hvar geta þau fundið upplýsingar svona helstu viðburði? Allar upplýsingar þessa viðburði sem verði í boði eru á einmööllu.is, heimasíðan okkar. Já. Og þar búið að setja saman bæði dagskrá og kynningu á viðburðum og hver skráning fyrir fram ef þess þarf. Þannig að það líka tímasetning í röð, þannig að það auðvelt að finna ef þú ætlar að skipuleggja daginn, getur reynt að sjá klukkan hvað viðburður er. Já. Og ég held að það ætti að vera eitthvað í boði fyrir alla. Þið hafið verið fljót að bregðast við að því nú þetta var búið að skipuleggja stórglæsilega hátíð og svo bara eins og gerist það þurfti að bara kollvarpa öllu í ljósi hertra reglna. Já. En það minnst magnaði hvað þeir eru fljóta að bara breyta þessu öllu og aðlaga ykkur. Þetta ótrúlega aðlögunarhæfni. Það náttúrulega varð að gerast bara, en við náttúrulega sáum þetta fyrir okkur. Það kom fyrir í fyrra líka og við vorum í rauninu bara tilbúin að funda, fara yfir viðburðina, hvað hægt að halda og hvað ekki. Við vorum með ákveðna reglu sem þurfti að fylgja. Já. Og þá var aðeins auðveldara að sjá hvaða viðburður myndi bara alls ekki ganga og hvaða viðburður væri hægt að láta virka. Já. Þannig að það tók styttir tíma en við héldum, en ég vona innilega að þetta ná að fylgja öllum reglum sem að ég efast ekki og að við náum bara að hafa gaman. Við erum í þessu saman eins og búið að koma oft fram. En við verðum nú samt að leyfa okkur að njóta. Bærinn ekkert lokaður Nei. Stútfullu bær og það bara yndislegt veður vonandi. Já. Þannig að við vonum það besta. Að sjálfsögðu. Og einmitt eins og þú segir að það má alveg vera gaman og svona þó að svo lengi sem að fer eftir settum reglum. Já, alls sjálfsögðu. Og líka úti í veðrinu sem við búin að hafa síðustu vikur. Ég held að það veri nú ekki erfitt. Nei, einmitt. Alveg sammála því. Og hátíðin náttúrulega það helgin sem undir þar viðburðir alla helgina, laugardag og sunnudag og það tegja þess eitthvað inn á mánudaginn líka, þetta? Nei, í rauninni ekki, en á mánudaginn það eru sýningar í Sambíónum. Já. Við fengum tilboð á nýju myndina Space Jam. Já. Og það eru sýningar á mánudaginn. Það svona eiginlega eina sem í gangi á mánudaginn sem við auglýsum. Þannig að endilega kíkja í bíó á frídag Verslunarmanna. Já, það ekki alveg borðleggjandi? Já. Já, þetta er spennandi, að það geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi. Já, það ætti ekki að vera erfitt. Nei, þannig að ætlar þú að mæta sjálf á náttúrulega fjöldan allan væntanlega viðburðum? Búin að skipuleggja þetta? Ég verð ekki að gera það. Ég tek börnin með mér og kallinn og reynum að finna eitthvað skemmtilegt. Já. Það allavega, það ætti ekki að vera
erfitt að finna eitthvað fyrir börnin sko. Nei. Hafa þau úti í veðrinu og njóta bara. Akkurat, njóta þess að vera úti saman og ég einmitt, veðurspáin allavega lofa mjög góð, þannig ég held að það verði engin svikin af þessu. Nei, ég held ekki. Og svo bara verður spennandi að sjá hver sigrar kirkjutröppu hlaupið. Algjörlega. Bara kæra þakkir fyrir að koma í þáttinn og segja mér og okkur frá sem bara gangi ykkur ótrúlega vel með þetta. Takk kærlega fyrir.